Daginn gott fólk, gleðilega páska, hann upprisinn, amen, halleluja, við ætlum að lofa Guði saman í dag, ég rís á fætur og lofa drottinn. Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is destiny. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that our day is coming. He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who rolls a roaring lion. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. No one ever be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No one ever be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No one ever be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my
Takk, Jesús. Takk, drottinn minn og Guð. Við bara lofum því í dag, Jesús. Halleluja. Sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treysti ekki á heimsins glans, en set mitt traust á nafnið hans. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treysti ekki á heimsins glans, en set mitt traust á nafnið hans. Kristur minn, hornsteinn minn, styrkur minn, frelsarinn, og blæs hann Guð, drottinn alls. Ég virðist hulið andlit hans, þá leita ég hans náðar fars. Lífsins sól mig veitir grið, þá held ég fast við akkeri. Þá held ég fast við akkeri. Kristur minn, hornsteinn minn, styrkur minn, frelsarinn, og blæs hann Guð, drottinn alls. Hann Guð, drottinn alls. Kristur minn, hornsteinn minn, styrkur minn, frelsarinn, og blæs hann Guð, drottinn alls. Kristur minn, hornsteinn minn, styrkur minn, frelsarinn, og blæs hann Guð, drottinn kemur hann í dýrðar sjá, í honum viljum vera þá, í klædd hans náð og réttlæti, saklaus við hans ásæti.
drottinn minn og Guð. Takk fyrir sigurinn, Faðir Guð. Takk fyrir sigurinn, drottinn Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Minn á himnum von okkar allra, það ert aðeins þú. Guð allar aldir trúr, alla eilífð, það ert aðeins þú. Guð, þú ert læknir ljós inn í myrkrið, það ert aðeins þú. Guð, þú mig signar mig, þig mig kallar, það ert aðeins þú. Þú ert flekklaus og fullkomin, þú ert Guð, fær lofsöng minn. Jesús, hann Guðs eina lamb sem synd alls heimsins bar, saklaus var. Kom til að frelsa kraftur af himni, öll gleði Guðs. Konungur dýrðar kvöld leið á krossi, Guðs einn
saklaus var. Halleluja, Jesus, halleluja, Faðir, og við lofum þig, Jesus, halleluja. Takk, Jesus. Til Golgata ég huga sný, þar Jesús leið og gaf sitt líf. Ég sé hans hendur, sé hans sár, frelsari minn, krossinu hann reyrður var, hann vættu tár í Jósefs gröf, hann lagður var með þungum steini innsiglar. Messías lá þar einsamur. Svo syngjum við saman. Ólof syngjum nafni Drottins Guðs og lofum hann að eilífu. Alla tíð viljum heiðra þig, þú Drottinn vor og Guð. Í birtingu hinn þriðja dag, þá sonur Guðs upprisinn var, og dauði hvar stingur þig, englarnir hylla konunginn. Hann upprisinn. Ólof syngjum nafni Drottins Guðs og lofum hann að eilífu. Alla tíð viljum heiðra þig, þú Drottinn vor og Guð. Hann aftur snýr, svo skæs og sól, að nóttin flýr, á meðal helgra rísir þá, og auglýtt Jesú fæ að sjá.
Halleluja. Góðan dag. Velkomin veginn á páskadag. Hann upprisinn. Ég þarf að kenna ykkur þetta. Þetta var gert í gamla daga þegar ég var lítill. Þegar ég segi hann upprisinn, þá segið þið, hann svo sannarlega upprisinn. Hefur að reyna þetta? Hann upprisinn. Hann svo sannarlega upprisinn. Amen. Svo sannarlega upprisinn. Jesús, hann dó á krossinum, hann steig niður til heljar og hann reis aftur frá dauðum og hann lifir í dag. Amen. Og mér langar til þess að við byrjum núna og förum saman með þennan postulalegu trúarjátningu. Hefur að gera það saman. Og við segjum, ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda. Fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefnu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. 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 Það gott að játa trú sína svona. Amen. Það segir í Lúkasar Guðspjalli, 22. kafla, vers 7 og 8. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom, slátra skyldi páskalambinu, sendi Jesús á Pétur og Jóhannes og sagði, farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Jesús hann sendi Pétur og Jóhannes á undan sér til þess að undirbúa páskamáltíðina. Og það það sem við köllum síðasta kvöldmáltíðin. Vitið að páskar var hátíð gyðinga. Það sem þeir minntust þess þegar að þjóðin var í þrældóm í Egyptalandi og hvernig Guð leysti þjóð sína út úr Egyptalandi og tók það inn í fyrir þetta heyrnarlandið. Vitið að það var það sem að Pétur og Jóhannes höfðu í huga. Þeir voru að undirbúa máltíðina samkvæmt hefðum gyðinga. Þeir höfðu í huga reikningarnar Móse. Þegar Guð sendi Móse til Faró til að krefjast að hann myndi leyfa fólki Guðs að fara úr landinu. Þeir höfðu verið þrælar Egypta í 400 ár. En Faró hann sagði alltaf nei. Þeir megi ekki fara, ég ætla að halda þeim hér. Og þá sendi Guð plágur yfir Egyptaland, við þekkjum þessar sögur, en alltaf sagði Faró nei. Hann ætlaði ekki að sleppa gyðingum úr landinu. Og hann herti tökin eftir því sem að leið á. Og Guð hafði sendt 9 plágur yfir landið og Faró hafði neitað að sleppa fólkinu 9 sinnum. Og þá sagði Guð við Móse, ég ætla að senda enn eina plágu yfir Faró og Egypta. Eftir það leyfir hann ykkur að fara héðan. Þegar hann veitir ykkur faraleyfi, mun hann jafnvel reka ykkur héðan. Og hver var þessi plága? 10. plágan. Móses sagði, svo segir drottinn, miðnætti gengi sjálfur mitt í gegnum Egyptaland. Þá mun sérhver frumburður Egyptalandi deyja frá frumburði Farós sem situr í hásæti sínu til frumburðar ambáttarinnar sem situr við kvörnina ásamt öllum frumburðum búrfjár. Hugsið ykkur að allir frumburður í landinu myndu deyja. Frumburður Faró myndi deyja, frumburður ambáttarinnar myndi deyja, frumburður Egypta myndi deyja, frumburður Ísraelsmanna myndi deyja. En til þess að vernda gyðingana, til að vernda þjóð sína, Ísraelsmenn, þá sagði Guð að þetta taka lambið, þeir áttu að fórna því, þeir áttu að elda það og þeir áttu að borða lambið og þeir áttu að taka blóðið og bera það á dyrastafi hússins. Svo segir í 2. Mósebók 12. kafla, versi 12, þessa sömu nótt gengi Egyptaland og deyði alla frumburði í Egyptalandi, bæði menn og skepnur. Ég mun einnig framfylgja refsidómum á öllum guðum Egyptalands. Ég drottinn. Blóðið skal vera tákn á húsunum sem þið dveljist í. Þegar ég sé blóðið, gengi fram hjá ykkur og þið verðið ekki fyrir hinu banvæna höggi ég lýst Egyptaland.
Blóðið var vernd fyrir húsið. Blóðið var vernd fyrir þá sem voru inn í þessu húsi. Og þegar Faró og allir Egyptar fóru á fætur nóttina, þá var mikið harmkvein í landinu og þá loksins sleppti Faró tökunum og hleypti gyðingunum út úr landinu, úr þessari ánauð. Þetta var það sem að Pétur og Jóhannes höfðu í huga þegar þeir fóru að undirbúa páskamáltíðina. En það er svo merkilegt að þeir sitja við páskamáltíðina að þá gerir Jesús eitthvað sérstakt. Og það segir í Lúkas 22, vers 9, hann tók brauð, gerði þakkir, braut það og gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er útdelt. Hugsið ykkur, gerið þetta í mína minningu. Ekki í minningu Ísraelsmenn í Egyptalandi, ekki í minningu lambi sem var fórnað og blóði sem var sett á dyrastafina. Nei, í mína minningu. Minningin Jesú, minningin það sem að koma skildi. Þegar Jóhannes skírari sá Jesús koma til sín, þegar Jesús tók skírn, þá sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Vitið að frá því að Ísraelsmenn voru settir frjálsir úr Egyptalandi, þá þurftu þeir á hverju ári að velja lamb. Og það þurfti að vera lítalaust, það mátti ekkert lítið vera á því, það þurfti að vera heilt lamb sem þeir þurftu að fórna. Og þetta lamb átti að taka synd fólksins á sig. Aftur og aftur, ár eftir ár, þurftu þeir að finna þetta lamb og fórna lambinu. Vitið þið, þegar Jesús kom, þá var hann hið fullkomna lamb. Hann var lamb Guðs og hann bar synd alls heimsins. Alls heimsins. Hann bar mína syndir, þína syndir, okkar syndir í dag. Vitið þið, og hann gekk í gegnum kvalir sem að enginn ætti að þurfa að ganga í gegnum. Hann var laminn, hann var húðstrýktur, hold hans var rifnaði upp, skegg hans var rifið, það var hrækt á hann, hann var niðurlæddur. Það var þyrnikórunu þrýstofun á höfuð hans. Hann var krossfestur og blóð hans lag niður og rann á krossinum. Og það var ekki bara líkamlegu sársauki sem hann upplifði, heldur var sál hans kramin líka. Hugsið ykkur í Getsemanni garðinum þegar hann var að biðja áður en hann var handtekinn. Þá bað hann, Faðir, ef þú vilt, tak þá þennan kaleik frá mér. Tak þennan kaleik frá mér. Af því hann vissi hvað var framundan. Hann vissi hvað var að fara að gerast og hann kveið því sem var að fara að gerast. Og vers 44 segir, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákár fyrir, en sveiti hans var eins og blóðdropar féll á jörðina. Hugsið ykkur sársaukann, hugsið ykkur átökin innra með honum, að sviti sem spratt fram á andliti hans voru blóðdropar sem féll á jörðina. Sál hans var kvalin og hann bað Guð að taka hana kaleik frá honum. Guð, ef það er einhver önnur leið, Guð, getum við gert eitthvað annað. Hann vissi hvað var í vændum. Hann vissi hvað hann var að fara í gegnum. Hann vissi hvaða sársauki myndi koma yfir hann. Og hann bað til Guðs, getum við gert þetta á einhvern annan hátt? Er einhver möguleiki? En síðan sagði hann, en verði þó ekki minn vilji, verði þinn vilji. Verði þinn vilji, ekki minn vilji heldur þinn vilji. Af hverju? Af því að Jesús elskaði heiminn. Af því að hann elskar mig og hann elskar þig. Og hann þráði það eitt að við getum komið fram fyrir Guð. Að við getum komið inn í hans nærveru. Hann þráði það eitt að opna leið fyrir okkur inn í heiminin. Inn í hið eilífa líf. Og síðar að Korinthubréf 5:21 segir, Guð dæmdi Krist sem þekkt ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum. Hugsið ykkur að Jesús tók syndir okkar, allt að ranga sem að við höfum gert, tók það á sig til þess að við mættum vera réttlát í Guðs augum. Hugsið ykkur að þegar Guð lítur á þig og lítur á mig, þá sér hann syni og dætur sem eru réttlát í hans augum, vegna þess sem að Jesús gerði á krossinum. Hann var píndur á dögum Pontius og Pílatusar. Hann var krossfestur, hann var dáinn og grafinn, steig niður til heljar, en reis á þriðja degi upp aftur frá dauðu.
steig upp til himna og setur við hægri hönd Guðs föður almáttugs. Hann lifir í dag. Amen. Og þetta það sem að páskarnir snúast í dag. Lambið sem að Ísraelsmenn fórnuðu var mynd upp á fórnalambið Jesú. Fórnadauða hans. Og blóðið sem að Ísraelsmenn báru á dyrastafi hússins mynd upp á blóð Jesú, sem að hreinsar okkur af sérhverri synd. Og Jesús sagði, gerið þetta í mína minningu. Í mína minningu. Og það það sem við ætlum að gera í dag. Og hér borð í dag sem með brauði sem táknmynd upp á líkama hans og víni sem óáfengu djús, en það táknmynd upp á blóð hans sem rann á krossinum. Og við ætlum að neyta þess í dag og við ætlum að minnast þess sem Jesús gerði fyrir mig og fyrir þig, okkur persónulega, að hann dó fyrir okkur, dó fyrir mig og hann dó fyrir þig. Og Jesaja 53:5 segir, en hann var særður vegna vorra synda, vegna synda minna og synda þinna. Hann var kraminn vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að við fengjum frið. Til þess að við fengjum frið og fyrir hans benjar verðum við heilbrigð. Hann gerði þetta fyrir mig og fyrir þig. Þannig að við skulum koma að borðinu, við skulum taka brauð og taka bikar og fara svo aftur í sætin okkar. Halleluja, Jesús. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir það verk sem að þú vannst á krossinum. Jesús, ég þakka þér fyrir líkama þinn og blóð þitt, Jesús, sem þú gafst fyrir mig, fyrir okkur sem hér eru, til þess að við mættum lifa. Ég þakka þér fyrir að við höfum aðgang að borðið þínu, þar sem við finnum miskun og finnum náð mitt í okkar kringumstæðum. Ég þakka þér fyrir blóð þitt sem að rann á krossinum, þitt blóð sem að hreinsar okkur af allir synd, Jesús. Jesús, þú sagðir að þú væri brauð lífsins. Þú sagðir að hann myndi ekki hungra að þyrsta sem á þig trúir. Og ég þakka þér fyrir að fyrir þína benjar, þá erum við heilbrigð. Ég bið að koma með lækningu í líkama okkar, að sérhver fruma, sérhvert líffæri, öll virkni líkamans okkar læknuð og endurnýjuð. Við tökum brauðið og við tökum víni og við neytum í þína minningu, Jesús. Til þess að minnast þess sem þú gerðir fyrir okkur og til þess að þakka þér fyrir það góða verk sem þú vannst á krossinu. Og hann tók brauðið, hann gerði þakkir og brauta, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Við skulum neyta brauðsins.
Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur er nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útdelt. Við skulum drekka af bikarnum. Halleluja, Jesús. Jesús, við bara þökkum þér fyrir það verk sem þú varst á krossinu fyrir okkur sem hér erum, fyrir alla menn, Drottinn. Við þökkum þér, Jesús, að þú varst tilbúin til að stíga til jarðarinnar. Þú sem ert almáttugur, þú sem að skapaðir heiminn og skapaðir jörðina. Þú sem að heldur öllu saman, þú sem ert almáttugur. Að fyrir þér munu öll kné beygja sig á himni og jörðu. Þitt nafn er æðra öllum öðrum nöfnum. Þú ert konungur konungana. En samt stegstu niður til jarðar, þú lagðir guðdóminn til hliðar, þú lagðir þetta allt til hliðar fyrir mig og fyrir okkur sem hér erum, til þess að við mættum eignast eilíft líf, til þess að við mættum komast í samfélag við þig og við föður okkur á himnum, Drottinn. Ég þakka að verið þú stegst niður, lagðir þetta til hliðar, þú tókst syndir okkur á þjóðkrossinum, þú dóst fyrir mig, þú dóst fyrir mínar syndir, fyrir mínar misgjörðir og okkar allra. Til þess að við mættum vera réttlátt í augum Guðs og þú reist upp á 3. degi, sigraði dauðan og opnaði leiðin inn í himinn, Jesús. Og við þökkum þér fyrir krossdauða þinn, við þökkum þér fyrir það sem þú gerðir, við þökkum þér fyrir blóð þitt sem að hreinsar okkur af allri synd, við þökkum þér fyrir að fyrir benjar þínar þá erum við heilbrigð, Drottinn, fyrir öll sárin á líkama þínum, fyrir öll svipuhögg sem þú tókst á því, fyrir sárin á höfði þínu eftir þyrnikorununa, eftir allt sem að gert við þig, fyrir sárin og líkama þínum, þá erum við heilbrigð, Drottinn. Og þú tókst okkar mein á þig. Takk, Jesús, fyrir það sem þú gerðir fyrir okkur. Og þakka þér fyrir að við getum komið hér saman á þessum páskasunnudegi, upprisunsunnudegi og glaðast og fagnað yfir því að þú ert lifandi í dag, að þú er svo sannarlega upprisin, Jesús. Halleluja, halleluja, amen, amen. Við ætlum að lofa Guð saman í einu lagi áður en við höldum áfram. Það er bara svo spennandi, við ætlum að skýra fólk í dag. Það eru nokkrir einstaklingar komnir hérna til þess að taka nýtt trúarskref á göngu sinni í dag, sem ætla að taka skref sem við öll ættum að gera eftir að við höfum tekið trú, að skýrast. Og ég ætla bara að segja meira frá því öðru. Við skulum lofa Guð saman í einu lagi áður en við höldum áfram. Amen. Frelsara á ég og vinum einum, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri, Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Og ég vil að við syngjum
ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín